Góðan dag, kæru vinir, og við erum velkomin á IA TV sem í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Hér erum við í Akraneshöllinni og ætlum að fara að fylgjast með leiki í úrslitakeppni fótbolta.net mótsins. Það engin smá leikur sem Skagamenn fá í dag, það IA FH. FH auðvitað búið að vera bara sennilega stærsta fótboltalið á Íslandi síðustu 15 árin eða svo, eða meira. Og ég ætla mér að fara hérna yfir byrjunarliðin hjá liðunum, ég byrja á gestunum. Þar í markinu Gunnar Nílsen, nummer 1. Aðri leikmenn eru nummer 10 Davíð Þór Viðarsson, fyrirliði, nummer 4 Pétur Viðarsson, nummer 6 Robert David Crawford, nummer 7 Stephen Lennon, nummer 9 Þórarinn Ingi Valdimarsson, nummer 14 Grétar Snær Gunnarsson, nummer 16 Guðmundur Kristjánsson, nummer 20 Geoffrey Winton Mandelano Castellón, nummer 22 Halldór Orri Björnsson og nummer 25 Hjörtur Logi Valgarsson. Þetta ekkert smáeins lið sem þeir að stilla upp hér í dag og það bara februar. Í markinni á Skagamönnum Skarphéðinn Magnússon, nummer 1. Aðri leikmenn eru fyrirliðinn Arnar Már Guðjónsson, nummer 11. Nummer 3 Aron Ingi Kristinsson. Nummer 4 Arnór Snær Guðmundsson, nummer 8 Hallur Flósason, nummer 10 Ragnar Leósson, nummer 14 Ólafur Valur Valdimarsson, nummer 15 Hafþór Pétursson, nummer 16 Þóruður Þorsteinn Þórðarsson, nummer 20 Alexander Már Þorláksson og nummer 22 Steinar Þorsteinsson. Varamenn í dag hjá FH eru þeir Einar Örn Harðarsson, nummer 3, Bergsveinn Ólafsson, nummer 5, Atli Guðnason, nummer 11, Atli Viðar Björnsson, nummer 17, Baldur Logi Guðlaugsson, nummer 26. Ég skal hundur heita ef hann ekki ættar að borga við leistra þessi. Nummer 29 Guðmundur Karl Guðmundsson og nummer 12 Vignir Jóhannesson varamarkmaður. Hjá Skagamönnum bekkurinn þannig skipaður að nummer 5 Einar Logi Einarsson og nummer 17 Stefán Ómar Magnússon, nummer 21 Guðfinnur Þór Leósson, nummer 23 Aron Ímir Pétursson, nummer 24 Brynjar Snær Pálsson, 26 Hilmar Halldórsson og nummer 31 Gísli Laxdal Unnarsson. Já, eins og við segjum að þá gríðar sterk uppstilling hér hjá FH-ingum í dag. Dómaratríóið hér í dag skipað heimamönnum. Þar þekkjum við gullskallan Halldór Breiðfjörð hvað best. Einn af okkar reyndari dómurum hérna, hann sennilega á línunni. En það núna það bil 6 mínútur í leik. Menn eru svona aðeins farnir að fækka fötum. Og við ætlum að fylgja þessu eftir. Það væri nú gaman að fara í smá sagnfræði hérna, ef ég næ að grafa það upp. Innbyrðis viðureignir þessara liða í gegnum tíðina. Ég allavega hef alltaf gaman að því að skoða svoleiðis nokk. Hvað var langt aftur? 1912? Já. Já. Það urmull af leikjum sem að þessi lið hafa spilað. Mér telst svo til að þessi lið hafi spilað 50 sinnum eða svo, nei meira, 77 leiki í gegnum tíðina. Þann fyrsta árið 1965 í bikarkeppninni, þar sem að IA sigraði 3-0, en síðan liðu 10 ár og til 1975 þar sem að liðin mættist í fyrstu deild karla og þau hafa nánast spilað, já ég segi ekki alveg árlega, þau hafa aðeins verið í sitthvorri deildinni einhver af þessum síðustu 35 árum, nei 35, það hljótt að vera 45. En við síðustu leikir þessara liða voru náttúrulega í Pepsi-deildinni núna síðastlið sumar. Sigraði FH IA í báðum viðureignunum. Fyrst í fyrstu umferðinni
2-4 hérna á Akranesi og seinni leikinn sigruðu þeir í Krikanum 2-0 og við þurfum nú ekki að fara lengra en til 2016 í fótbolta.net mótið til þess að sjá IA sigur en síðast í Íslandsmóti sem IA sigraði FH. Já, ég er farin að þurfa að skrolla svolítið núna. Það er bara, þeir hafa takað FH-ingum í fótbolta.net mótinu, síðustu 3 leikjum í fótbolta.net mótinu hafa Skagamenn sigrað FH. En ég er ennþá að leita að sigri í Íslandsmóti. Já, hérna. Þarna er það Landsbankadeildin 2005. 2-1 sigur. 28. ágúst 2005 er síðasti sigur Skagamanna á FH í Íslandsmóti. En FH-ingar hafa bara átt í stökustu vandræðum með Skagan í fótbolta.net mótinu eins og það heitir núna. Í síðustu 4 leikjum hafa Skagamenn sigrað 3 sinnum. Það er uppörvandi fyrir okkur heimamenn. Það verður að segjast eins og er. En nú eru dómaratríóið komið hérna inn í miðjuhringinn og er að fara að gera sig klára í að byrja þetta gaman hérna hjá okkur og ég vona að útsendingin skilir sér ágætlega bæði hljóð og mynd en og að þið fylgið okkur hér allt til enda. Við á IA TV erum að sjálfsögðu ekki hlutlausir þannig að við að sjálfsögðu vonumst eftir sigri gulklædda liðsins í dag þó að það sé við ramman reip að draga óhætt að segja það. Þetta er ekki bara FH, þetta er sterkt FH-lið. Þetta er gríðarlega sterkt FH-lið sem stiltir upp hér í dag. En Skagamenn með ágætlega sterkt lið með við sinn hóp en auðvitað vantar stór nöfn inn í þennan hóp. Albert Hafsteinsson meiddur, Garðar Gunnlaugsson meiddur, við sáum þá hérna á skokkinu áðan, það er uppörvandi. Við vonum að hlaupa hérna í hringi og það er vonandi að þeir verði klárir fyrir sumarið og vel fyrir sumarið þannig að geti náð smá undirbúningstímabili. Sínir Skagamenn byrja með boltan. Alexander Þorláksson mun leiða sóknina hér í dag væntanlega. Steinar Þorsteinsson og þar fyrir aftan líklega. Þórður Þorsteinn Þórðarsson stillir sér upp á vinstri kantinum. Óli Valur inn á miðinu sennilega með Ragga Le og Arnar Már. Aftastur á miðinu þarna fyrir framan Hafsendana. Varnarlínan Hallur í hægri bak. Arnór Snær og Hafþór Péturs. En sjálfsögðu líka Árni Snær Ólafsson, fjari góðu gamli í dag, veit nú ekki hvað veldur, sennilega meiðsli, en Hallur kominn hérna upp í hornið. Skagamenn byrja þetta strax hérna. Arnór heldur þessi inn á en Halldór Orri vinnur hann. Kemur hann inn á Davíð. Á spilaðir Pétur Viðarsson. Það er hætt við því að leikurinn verði svolítið svona. Skagamenn falla tilbaka, leyfa FH-ingunum að vera með boltan eflaust og reyna síðan að sækja hratt. Það er líjandi Hjörtur Logi með sendingu hérna upp í hornið á Þórarinn. Hallur kemst í milli og reynsar þetta út af. Og innkast á vallarhelmingi Skagamanna sem að FH-ingar eiga. Það er Þórarinn sem tekur það. Og kemur hann tilbaka hérna á Hjört. Hjörtur yfir á Pétur. Koma hérna aftur yfir til vinstri. Davíð upp í hornið. Hafþór nær að bæja þessu frá. Guðmundur Kristjánsson hérna fær boltan.
Mér hefur fundist gaman að segja sögur af eigin afrekum í gegnum tíðina og ég ætla nú að láta eina koma núna. Ég sé Guðmund Kristjánsson hann inn á sem þetta búinn að vera atvinnumaður í nokkur ár og spilar nú með FH en uppalinn Bliki. Þannig var að ég var einu sinni knattspyrnudómari og dæmdi meðal annars svolítið í öðrum flokk og í einum leik sem ég var að dæma hjá Breiðabliki, öðrum flokk Breiðabliks og undir lok leiksins að þá þurfti ég að taka á ægilegan sprett og hann hljóp í veg fyrir mig og ég ætlaði að stoppa mig en þá voru skónir mínir svo sléttir frá leiknum á undan að ég bara rann og tók hann niður með 2 fóta tæklingu beint í legginn, straujaði hann gjörsamlega og sem betur fer slasaðist enginn en mér fannst þetta mjög komískt eftir á en og við sjáum að honum hefur ekki verið meint af blöðsum drengnum en FH-ingar innkast, þeir halda pressu hérna í upphafi. Pétur Viðarsson fær hann í að lið þétt núna, stutt á milli fremst á aftasta manns, þeir eru ofalega með varnarlínuna, kemur hérna sending inn fyrir á Stephen Lennon reynir að finna Robert Crawford en Aron nær að stoppa það. Halldór Orri, Lennon, Steinar Þorsteinsson er að reynsa þetta frá og Þórður kemst á milli þarna og Crawford kemur þessu út fyrir Óli Valur undir pressu þarna, kemur honum á Þór Þorstein sem er tekið niður. Já, það er dæmt aukaspyrna, honum að Þórður sé ekki, er ekki meint að hann, nei, stendur á fætur. Það er bara innkast og Aron tekur það. Og Alexander brýtur á sér þarna. Pétur Viðarsson, Davíð, Halldór Orri missir hann, Arnar Már vinnur boltan, kemur hann hérna yfir til hægri, þeir er Ragnar Leósson, Hallur, Raggi með langa sendingu hérna yfir á Þór Þorstein, Skagamenn reyna hérna að halda boltanum en nú kemur pressan í FH, Hafþór losar hann upp, Alexander reynir að koma hann á Þór Þorstein en það gengur ekki. Það er líflegir í pressunni FH-ingarnir þegar að Skagamenn er með boltan. Crawford gerir hérna glæsilega og það er fyrsta hornspyrnan í leiknum. Fíblaði þarna Aron. Fyrirgjöfin í varnarmann og aftur fyrir það er Lennon sem að tekur það eru sterkir skallamenn Castellón náttúrulega tröllaburðum þarna inn á tegnum Skagamenn í einhverju svæðisvörn þarna Arnar hreinsar þetta frá og pressaðir Alexander ná að þrýsta liðinu hérna alveg upp undir miðju velgjörð, Nílsen hreinsar þetta upp völlin en Arnór vinnur skallaboltan hann á móti Halldór Orra en hér kemur Castellón og það er dæmd rangstaða á Grétar Snæ. Já. Það er greinlegt að Skagaliðið ætlar að reyna að þrýsta varnarlínunni sínu ofalega, þétta liðið og verjast þannig. Það er alltaf hættulegt að móti flinkum liðum eins og FH að ætla að falla til of langt tilbaka
og býða. Þeir hafa mennina sem að geta sprengt upp svoleiðis, að reyna að halda þeim bara nógu langt frá markinu. Það er ágætis gameplan held ég. Þá spila Skagamenn sín á milli, boltinn tilbaka á Skarphéðinn sem að ver marki í dag. Arnar Már kominn hérna niður, Óli Valur. Það er eitthvað búið að rótera hérna í augnablikinu. Arnór, hann tilbaka á Skarphéðinn. Já, Skagamenn reyna að róa þetta aðeins og halda boltanum. Arnar Már og Ragnar Leósson. Hallur, vondsending hjá Halli. Castellón kemst á milli en Arnar Már gerir vel. Óli Valur síðan og Hallur, og það er brotið á honum. Og ágætis. Það er auðvildara að það kemur langur bolti frá Hafþóri. Þórður vinnur hann. Alexander, hvað gerir hann? Snýr tilbaka út á Aron. Aron þrengtur hérna, finnur Arnar Má sem að snýr sér í hring, og Þórður Þorsteinn skiptir hérna yfir á Hall. Fín sending og þá kemur fyrirgjöf frá Halli á fjarstöngina, en Nílsen út úr markinu og grípur þetta vel. Fínn kafli núna hjá IA. Þá koma F-áingar. Hjörtur, Davíð. Hafþór skallar þetta fyrir Aron Inga. Aron losar þetta upp og Alexander eldir. Hjörtur samt alveg með þetta. Aftur á Gunnar Nílsen. Löng spyrna, en Halldór Orri fleytir þessu áfram. Kemur Ragnar yfir á Aron Inga. Það er ótt að segja að það sé kalt í höllinni núna. Þá komaði fangarnir upp. Þeir spila þetta í róleitunum hérna fyrir aftan. Færa vörn Skagamanna til. En ég held að Skagamenn getur verið voða sáttir meðan að boltinn er hjá hafsendum F-áinga. Steinar Þorsteinsson vinnur boltann hérna og stungur sending inn á Steinar síðan. Þórarinn eldir og næra honum boltanum með hvað? Steinar. Já, F-áingarnir vinnur boltann. Þórarinn svellgaldir hérna og Castellón nær ekki að hafa heimil á Arnóri hérna, og Arnór á greinlega hengja sér svolítið á Castellón hérna. Þá koma F-áingar. Crawford á Lennon og þá kemur fyrirgjöfin. Hún er hérna út í teginn og Skarphéðinn á þennan væntanlega. Já. Ellefu mínútur liðnar af leiknum og staðan er ennþá 0-0. Arnór Snær yfir á Hafþór. Hafþór leggur á staði hérna upp völlinn, setur hann upp í hornið á Steinar sem að tekur hann vel niður, kemur hann á Hall. Þetta getur verið hættulegt. Hall með skoti en það er hátt yfir. Já, þetta var fínn sprettur. Fín sending hérna frá Hafþóri yfir á Steinar sem að
var á auðum sjó, fann Hall en þarna vantaði bara aðeins meiri yfirveginn í skotið til að stýra þess á markið. Þá byrjaði Fáingar aftur. Setti ekki upp í 8 Castellón en hún er of löng og þá lætur hann bara rúlla aftur fyrir. Það skoti á Halli fyrsta marktilraunin í dag. Skarphéðinn hérna í áttina að Halli sem að Davíð hefur betur gegn honum. Fín pressa þarna hjá Arnari Má. Náði að taka boltana Gritani þarna og hér kemur Arnar síðan. Finnur Hall, eða reynir það. Þórarinn kemst á milli en hann missir boltan út fyrir tæpsending hann það. Halli tilbaka á Ragnar. Hallur, Ragnar. Gretar pressar á hann, vel gert hjá Ragga. Óli Valur virðist eiga að spila aðeins meira miðlægt undir stjórn Jóhannesar Karls. Hefur verið vængmaður í gegnum tíðina. Hann skilar þessu mjög vel. Halldór Orri kominn hérna í dauðafæri en Skarphéðinn ver að lokaði vel hérna. Halldór Orri skaut beint á hann en þarna minna þeir á sig F-fáingar. And I'd like to say it's always nice to get a message from the UK, from the EA supporters in the UK. We really appreciate your kind thoughts. Keep up your support. Já, það er nefnilega svo magnað að EA á stuðningsmannaklúbb í Breitlandi, í Englandi og þeir fylgjast með útsendingunum frá okkur. Duglegir að senda okkur skilaboð. Veit ekki hversu mörg íslensk lið eiga eiginlega stuðningsmannahópa í útlöndum og það er virkilega skemmtilegt. Davíð í áttina Lennon, nær hann að halda þessu inn á, já hann gerir það og Castellón hann í baráttunni en Hallur nær að pressa nóg á hann til þess að hann nær ekki að stýra þessu neitt. En það rennur út í sandinn hjá Skagamönnum og F-fáingar ná boltanum en við sjáum að Skagamenn þrýsta vörnin ennþá vel upp og Davíð svo með sendingu hérna í áttina Þórarni en Hallur gerir vel í að ná þessu og hann missir hann út fyrir. Davíð Þór alltaf eitraður í þessum löngu skásendingum upp í hornin. Allra leikrindasti leikmaðurinn í Pepsi-deildinni. Hann er einmitt hér hátt inn á Castellón nær þessu. Crawford að Guðmund. Hann og Davíð vippar þessi átt að Castellón en Hafþór kemst í boltan og Ragnar hreinsar þetta síðan frá en enn einu sinni Davíð kominn í að Þórarinn missir hann þarna klaufalega. Allir með innkastið og Arnar hérna kljást við Davíð og það er dæmt á Arnar Má. Hann leiðist örugglega ekki að fá að takast á við mann eins og Davíð Þór. Halldór Orri, Gretar og það er Lennon og þetta er vel spilað hjá FH. Crawford hérna úti hægra megin. Finnur Halldór Orra sem að þarna kominn inn á Crawford aftur en vörnin heldur því og Hafþór þarf að setja hann aftur fyrir og þá er önnur hornspyrnan í leiknum hér hjá
sem að FH á og þá kemur Lennon aftur á vettvang. Lennon klár. Crawford býður sér stutt en nýtir það ekki. Þetta er í áttina þarna en Arnar náði að skalla þetta frá. Crawford inn á Lennon og Lennon er að koma sér fyrir. Hafþór hreinsar og býtum við. Nú geta Skagamenn sótt hratt. Nú er hérna 2-2, 3-3. Sendingin upp í hornið á Ragnar Leósson. Þetta er beinskeitt og vantar góða fyrirgjöf núna. Nei, hann finnur Arnar Má sem að kemur honum fyrir. Þar er Alexander komin í boltan. Heldur honum. Tilbaka á Ragga. Fyrirgjöfin en Skagamenn, nei, F-fangarna var heilsa. Óli Valur kom í skotfæri, fínt skot en aðeins og laust. Gunnar Nílsen náði að verja það tiltölu auðvitað. Þetta gameplan er ég að fíla allavega. Ef að vörnin er þétt og skyndisóknirnar beittar þá er það ávísun á ágætis árangur ef að það tekst. Hafþór losar þetta upp í hornið og Alexander einna elta þetta. Hjörtur og Davíð á Crawford. Guðmundur skýtur beint í Þórð Þorstein en hann liggur eftir. Sá ekki hvort hann hefur fengið hann eitthvað óþægilega á hendina. Þarna sýndist mér á úliðin en það er ekki alvarlegt eða hvað. Hann lappar nú í áttina að bekknum og út fyrir sýnist mér. Rétt að tæpar 20 mínútur liðnar. Staðan er ennþá 0-0. Ágætis leikur hérna í gangi. F-fangar meira með boltan vissulega en hafa ekki náð að skapa sér nema 1 færi en það var mjög gott færi sem að Halldór Orri fékk en Skarphéðinn varði frá honum. Skagamenn hafa átt 2 skot að marki. Annað er Áramann sem að Gunnar Nílsen varði nokkuð þægilega. Þá byrjaði F-fangarnir aftur að reyna að pressa í að liði niður. Sending hérna í áttina að Þórarni en hún er of löng sýnist mér. Hallur Flósa alveg með þetta og þá er Þórður Þorsteinn tilbúin að koma inn á aftur. Skarphéðinn Magnússon alltaf varði mark Káramanna síðastlið sumar. Hann er komin aftur hér í leikmannahóp IA eftir nokkra fjarveru. Arnór, þetta fer upp í rjárin. Bakverðir F-fanga spila framalega. Halda mikilli breidd. Þórarinn hérna alveg út við liðlínu. Hér kemur stungusending í átt að Lennon sem að nær honum, sendir hann fyrir Halldór Orra sem skorar fyrsta markið. Halldór Orri Björnsson með fyrsta markið í leiknum. Frábær sending hérna inn fyrir á Stephen Lennon sem að fann Halldór Orra bara við vítapunktinn og það var óverjandi fyrir Skarphéðinn í markinu. Virkilega vel spilað, þarna náðu þeir að opna vörn Skagamanna og finna glufur. En nú er bara að halda haus. Halda áfram að gera það sem áfram að gera. Þetta var í rauninni ekki þannig sé búið að vera í spilunum. Steinar og Óla.
en Þórarinn nær að reynsa þetta frá. Óli Valur næri sattur og það kemur Steinar Þorsteinsson. Pétur Viðarsson tekur hann hana niður. Vel gert hjá Steinari, sem betur fer engin hætta í þessari tæklingu. Rétt náða að pota boltanum á hárrétt augnabliki og þá er aukaspyrna sem að Skagamenn eiga á góðum stað. Fangarnir raða sér á vítateigslínuna. Fyrir hálfleikur akkurat hálfnaði núna og þá kemur sendingin inn fyrir og Gunnar enda með hennar bolta. Það var Hafþór sýndist mér sem að náði skotamarki en það var laust. Og þá Skagamenn snöggið tilbaka og stilla upp í raðirnar. Geta F-fangar alveg verið ekstra þolinmóðir, komnir með forystuna. Þeir reyna þessa leið aftur og hún tekst. Aftur er það Lennon sem færa hann frá Davíð en hann náður ekki að gera sér mat úr því og Skarphéðinn náði boltanum hann. Arnar út á Arnór sem að þetta er vel gert hjá Halli og Steinar með honum hann en Hallur ætlar að finna Þórður Þorsteinn á leiðinni inn í. Óli Valur á Þórð og hann reynir fyrirgjöf en það er engin spurning hvort að Hallur hefði ekki mátt renna honum hann fram fyrir sig og inn á Steinar sem var aðeins fyrir framann hann. Kom honum fyrr fram á við en fítsprettur, þannig að vantaði bara meiri grimmd og fleiri menn í teginn. Crawford, Aron gerir vel. Halldór ber sig vel líka þarna, þarftur að hafa mist flaggið. Þetta fagmaður í fæinu. Halldór Orri fær hann hérna tilbaka á Guðmund Kristjánsson. Hjörtur og þá kemur enn einu þessi skásending yfir. Eru góðir í þessu, það er óvægt að segja. Lennon tilbaka á Davíð. Þá færa þessi yfir Grétar Hjörtur og slæmsending hjá honum ætluð Þórarni sem að náði ekki til boltans. Þá er það yngast sem að Hallur Flossarsson tekur hérna á miðjum vallarhelming Skagamanna. Það er í áttina Alexander. Maður næra fleytunum áfram hérna með Hjört í bakinu. Arnar Már tekur hann á kassan. Reynir hérna að koma honum yfir á Þórð. Hittir ekki. Crawford gerir listavel. Guðmundur. Hallur. Nei, byrju, Þórarinn nær að komast í þetta. Kemur hann fyrir. Arnór Snær. Þar vel staðsettur og Skagamenn haldur sig inn á en Davíð í áttina Castellón en Arnór er á undan í boltan og þarna er dæmdur háskaleikur á F-fáinga. Já, vel gert hjá Ragnari en þetta er svona pínu glúðuslegt þarna. Grétar. Þá er Castellón hérna í færi, nær að snúa. Arnór misti hérna jafnvægið en skotið langt framhjá.
Skarphéðinn í áttina Halli sem reynir að taka niður. Það missir hann út af. Það mati aðstoð dómarans hér. Þórarinn, nei, fyrir ekki Hjörtur. Hann slæmsending frá Pétri Viðarsinni. En nú eru Skagamenn ekki eins fljótir fram og þeir voru hérna í upphafi leiks. Arnar Már snýr hérna hægri vinstri, kemur hún segja niður á Hall. Hallur á Ragnar. Ragnar snýr, það bara tilbaka á Skarphéðinn. Hann með langa sendingu hérna og það Ólafur Valur sem að náða að fleyta honum en F-fangar vinna boltan. Halldór Orri að koma sér í færi, Hallur gerir vel. Þá kemur langur bolti í áttina Alexander sem að eldir og pressar hér á Hjört en Hjörtur svellkaldur. Já, Steinar nær að vinna tilbaka og með hann hérna fínt hérna hjá Skagamönnum að vinna boltan tilbaka. Skarphéðinn á Aron. Aron tilbaka á Hafþór. Hafþór reynir að finna Alexander en hann svolítið einmanna hann uppi. Engin aukaspyrna dæmt þarna, heldur bara innkast sem að F-fangar eiga. Hjörtur. Davíð. Hjörtur. Halldór og Grétar. Fín pressa hann á Steinari. Og Hallur finnur Steinar aftur. Og getaði lagt á stað. Þórður gerir það en Crawford kominn hérna á milli. Þessar sendingar þurfa að vera gríðarlega nákvæmar þannig að þær takist. Castellón tilbaka á Halldór Orra. Halldór inn á Lennon. Lennon kominn í færi og leggur hann á Castellón en hann flaggaður rangstæður. Rangstæða á Castellón hérna sem betur fer fyrir okkur heimamenn. En þessi spilamennska var alveg stórkostleg. Ná vel saman hérna, Castellón laðan tilbaka á Halldór sem að setta hann inn á Lennon sem að fann svo aftur Castellón. En Castellón aðeins og ákveðinn í hlaupinu og dæmdur rangstæður af Halldóri Breiðfjörð. Hinnum óviðjafnanlega aðstoðardómara okkar Skagamanna. Hallur og Þórarinn í baráttunni en Halldór Orri enda með boltan. Kemur hann á Pétur sem finnur síðan Stephen Lennon sem að dettur hérna tilbaka. Crawford úti hægra megin. Aron pressar á hann og rekur hann tilbaka. Pétur. Grétar. Vel gert hjá Davíð Þór, fer hann að hölda fram í Ólaf Val. Finnur síðan Lennon sem að næra taka vel við boltanum en felldur af, var það ekki, Arnór Snær sem að fær að launum guldspjald. Dómari aðeins var hann að kannast við F-fangana. Hressilegt spil, hratt, fáa snertingar og í rauninni ef að Arnór hefði ekki tekið Lennon niður þarna þá hefði hann verið gjörsamlega í dauðafæri sem að hefði eflaust endað með marki. Þannig að einhvern tímann er hún sagt í körfunni þetta var góð villa en hún verður allavega góð ef að þessi aukaspyrna fer eitthvert út í buskan. Það er Lennon sem tekur hana. Það er í markmannshornið, Skarphéðinn ver og slær hann í horn. Hann getur spyrna en ekki nógu föst til þess að skora í markmannshornið.
Og það Lennon með hotspinnu fyrir FH. Það hárbolti inn í miðjan teginn en Hafþór, þarna var Davíð Þór í færi, Skarphéðinn kastar út og engin rangstaða hvað. Og þarna alveg á, nú bæði lið að öskra, Skagaliðið vill fá rangstöðu þarna. En Halldór var vel staðsettur þannig að ég efast að það hefði verið, og svo vildu F-fangarnir sýndist mér fá vítaspyrnu þegar Skarphéðinn fór hérna á móti Halldóri Orra en fengu ekki og þetta bara hotspyrna núna frá vinstri og það Lennon kominn aftur, getur snúið hann inn, nei, hann tekur að stutt á Grétar Snæ. Hann á Halldór aftur á Grétar. Þá ná Skagamenn að þrýsta aðeins út. Sending hérna yfir til hægri. Það Pétur Viðars. Og Crawford býður sig. Þá kemur fyrirgjöfin. Castellón leggur hann út á Halldór Orra sem að kemst í skot en það blokkar að vörninni. Castellón með hann hérna upp við endamörk. Tilbaka á Pétur sem að lætur hann fara en vel gert þannig að Alexander kominn. Og þetta enda með skoti frá Hirti sem að Skarphéðinn ver. F-fangarnir eru orðnir hættulegir, mun líklegri eins og staðan núna til þess að bæta við mörkum en að Skagamenn jafni. Halldór. Þessi lið náttúrulega í sikkori deildinni næsta sumar í Íslandsmótinu. F-fangar sjálfsögðu í Pepsi-deildinni. Þeir hefja leik í fyrstu umferð í loka apríl gegn Grindavík á útivelli eflaust í blíðskaparveðri. Á meðan að Skagamenn sem að leika í Inkasso-deildinni byrja hér á heimavelli 5. maí á Iðagrænum Akranesvelli gegn Leikni Reykjavík. Og hér stór hætta en Skarphéðinn stendur og lokar, vel gert. Ná að Lennon kominn upp að endamörkum. Þá koma Skagamenn. Nú geta þeir reynt að svara eins fyrir sig. Steinar tilbaka á Ragnar. Það gerist bara of hægt. Það eru fleiri leikir í úrslitakeppni Fótbolta.net mótsins. Blikar sem að við sáum sigra Skagamenn hérna 4-0 daginn. Eru 2-0 yfir gegn nágrunni sínum úr HK. Og kemur sending hérna inn á Steinar. Steinar tekur hann með sér og hann í pressu og Steinar Þorsteinsson að jafna metin fyrir Ía. Sýndi gríðarlega styrk hérna á milli tveggja varnarmanna. Þeir Þórarinn og Hjörtur pressuð á hann frá sikkori hliðinni. En Steinar stóð á af sér og potaði honum hérna með tánni framhjá Gunnari Nílsen. Vel gert Steinar. Og ég var varla búinn að sleppa orðinu með því að segja að F-fangarnir væru líklegri til að bæta við mörkum en að Skagamenn myndi jafna, en ég bara verða að éta það onni mig og gera það með bestu list. Já. Þá vorum við bara komin á byrjunarreit. En eins og ég segi, Skagamenn, þeir eru sýnd viðin ekki gefin í þessu Fótbolta.net móti gegn FH.
Þarna brýtur Hallur á Þórarni. 50-50 bolti, en þarna bara matið hvor á undan í boltan og dómari leiksins hefur metið það sem svo að Þórarinn hafi verið á undan í boltan og þar alveg er það Hallur sem er brotlegur. Þórarinn staðinu upp. Davíð á Guðmund. En þetta mark hjá Steinari, það stendur bara í mér ennþá. Styrkurinn sem hann sýndi hérna undir pressu frá F-fangunum sýnir bara hvað hann hefur náð miklum framförum síðustu árin. Þegar hann var að byrja að koma í meistaralokin þá var almennt talað að hann væri á léttur, þyrfti að styrkja sig og það er augljóst mál að hann er búinn að gera það, allavega með við þetta mark. Kemur Þórður með sendingunni yfir. Það er svona aðeins líflegri líkamstjáning Skagamanna núna eftir markið. Steinar og Óla. Arnór verður að setja hann alveg tilbaka á Skarpén og þá færa F-fangarnir sig upp. En Skarpén með fína sendingu hann á Aron sem að kemur hann tilbaka á Hafþór og þá kemur pressan hjá F-fangum. Ragnar, tæpsending og þarna hlýtur að vera rangstæða, já. Það var F-fangur sem að snerti boltan hana. Já, þeir eru grimmir í þessari hápressu F-fangar þegar þeir láta vaða í hana hér. Og þá koma Skagamenn, Steinar, markaskorari Skagamanna. Halldór Orri vinnur vel tilbaka, vinnur hann Greta Snær. Hann á Castellón, en vel gert hjá Arnari Má sem hann er að vinna á honum boltan. Aron undir pressu, kemur honum á Þorstein sem að leggur þá af stað. Upp vinstra megin, hann hægir á sér, kemur honum á Aron Inga. Hann er aðþrengdur, reynir fyrirgjöf sem að endar hjá Ólafi Val og Ólafi Val er ennþá með hann, leggur hann tilbaka á Ragnar sem að tekur skotið og það er rétt yfir. Þetta mark virðist þá að færst Skagamönnum sjálfstraust. Það er allt annað að sjá til þeirra núna þegar að 5 mínútur er eftir af fyrri hálfleik. Er staðan 1-1 í stórskemmtunum leik hér í kaldri Akraneshöll. Kemur hérna löng sending yfir á Þórarinn Inga sem að kemur síðan fyrirgjöfin inn á fjársvæðið. En Skagamenn á að bæja þessu frá og Guðmundur Kristjánsson hyrðir upp boltan. Hann á Hjörtur finnur Davíð. Halldór Orri, en Þórður Þorsteinn vinnur boltan en missir hann aftur. Lennon vippar honum hérna inn á Þórarinn Inga sem er flaggaður ástæður. Alltaf gaman að því að menn verðast aldrei kannast við það að vera rangstæðir. Já, sjaldan allavega. En það er klaufalegt þarna fyrir Þórarinn að vera flaggaður rangstæður vegna þess að hann var með alla línuna fyrir fram að sig. Skarpén á Aron. Aron vippar þessu í áttina að Þórði Þorstein sem hefur ekki náð alveg að komast í takt við leikinn. En boltinn hefur verið meira hérna hægra megin. Lítið verið farið upp vinstra megin. Hjörtur. Og spilaði minnst eins og Skagaliðið sé örlítið aftar núna þeir voru hérna í upphafi leiks. Arnar Már situr vel aftarlega á miðjunni. Aron kemur þessu út af. Og Castellón núna komið hérna vel aftarlega en laumar sér síðan í framlínuna aftur. Crawford inn á Castellón en Arnar Már kemst fram fyrir hann, vel gert hjá honum.
Alexander gerir vel hérna, kemur honum á Þórð Þorstein, sjáum hér Steinar er á Auðunsjó hægra megin, Þórður finnur hann, já, Steinar nær að taka niður, leggur hann hér út á Ragnar og Hallur með honum, skoti í varnarmann, fínt hlaup hjá Halli þarna, það hefur verið fróðlegt að sjá ef að Ragnar hefði orðið hans var og lauma honum á hann, en vel gert þarna kom sókn upp vinstri megin og Þórður fann Steinar en þarna vantaði bara að koma skotinu í gegnum varnarmúrinn. En sendingin aftur á Ragnar svo sem ekki alveg nógu nákvæm, en þá er Þórður Þorsteinn lagður af stað núna, fær hér sendingur frá Steinari og Þórður tekur hann með sér, hann er ennþá með hann er komin inn á vítategafæðinga. Hvað gerir hann? Hann verður að fara tilbaka, Ragnar kemur hún síðan á Aron og þetta gerist hægt núna, Þórður Þorsteinn, hann langar bara í skotið, enda skotmaður afbragðsgóður, en þetta skot var ekki nógu gott, himinhátt yfir. Þá er það F-fangar, Lennon rekinn hérna tilbaka, Crawford gerir vel í að taka niður hérna og hann finnur Halldór Orra sem að reynir að lauma honum hérna og Castellón brýtur á Hafþóri og vonum að það sé ekki alvarlegt, mögulega högg á læri eitthvað svoleiðis, en rétt mínúta eftir af venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik, það verður nú eflaust enga tafir. Hafþór lúrar þessu hérna í áttina af Alexander sem að nær ekki til boltans, þá kemur Crawford og hann fram hjá Aron Inga, en þá er Alexander komin bara hérna tilbaka til þess að hjálpa til í vörninni, en Halldór Orri kemst í boltan, Guðmundur Kristjánsson finnur Grétar Snær, en vörnin verður fyrir hotspyrna. Hérna skam með vilja að fá aukaspyrnu þarna. Það er runnu boltan hann upp í hotninu. Þetta er sennilega síðustu spyrna, eða síðustu spyrnur fyrir hálfleiksins, þessi hotspyrna, og það sem að bara halda einbindingu, það væri agalegt kjaftsök að fá mark í andliti núna. Þá kemur Lennon með hotspyrnuna, hún er löng inn á fjársvæðið, Arnar Már kemur þessu frá og Aron síðan upp í rjáfur. Það mjög gengið vel að verjast þessum hotspyrnum og þá er flautað til hálfleiks, staðan 1-1 hér í ágætum leik í fótbolta.net mótinu í beinni á IA TV í samstarfi við Omnis og Akranes og Síman. Við tökum okkur örstutt hlé og yljum okkur yfir rjúkandi kaffibolla, vona að þið hafið það náðugt á meðan, en við setjum hérna skilti á skjáinn á meðan við bíðum og hittumst aftur eftir cirka bát 15 mínútur. Þangað til, verið sæl.
Já, dundur stemming í Akraneshöll. Hér erum við á IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman að fylgjast með leik IA og FH í úrslitum fótbolta.net mótsins, úrslitakeppni, og staðan er 1-1. FH-angar komust yfir með marki Halldórs Orra Björnssonar á 13. mínútu, en Steinar Þorsteinsson jafnaði eftir rúman hálftíma og þar við situr 1-1. FH-angar tóku völdin í leiknum eftir að þeir skoruðu og Skagamönnum gekk illa að halda bolta og byggja upp nokkuð spil, en enga síður eftir mark Skagamanna þá lifnaði nú töluvert yfir þeim og var eins og þeir fengju sjálfstraustið á ný og voru skeinu hættir. Það er búið að vera töluvert að færi í þessum leik og mikið skemmtun. Enga breytingar sjáanlegar á leikmannahópunum í hálfleik. Við kannski förum yfir leikmenn sem eru inná hjá FH-ingum í markinu. Gunnar Nílsen, aðri leikmenn eru Davíð Þór Viðarsson fyrirliði. Síðan eru þeir í vörninni Pétur Viðarsson, Hjörtur Logi Valgarðsson, Robert Crawford og Þórarinn Ingi Valdimarsson. Síðan framar á vellinum á miðjunni eru Greta Snær Gunnarsson, Guðmundur Kristjánsson og Davíð Þór Viðarsson. Aðrir frammi eru Stephen Lennon, Jeffrey Winton, Mandelano Castillon og Halldór Orri Björnsson. Hér eru FH-angar að gera sig líklega, en Skagamenn á að bæja sig frá. Í liði Skagamanna er í markinu Skarphéðinn Magnússon. Varnarlínan er þannig að Aron Ingi Kristinsson í vinstri bakvörðum, Arnór Snær Guðmundsson, Hafþór Pétursson eru í miðri vörninni og úti hægra megin Hallur Flósason. Miðjan er þannig að Arnar Már Guðjónsson fyrirliði er þar aftastur, fyrir framan hann Ragnar Leósson og Ólafur Valur Valdimarsson, og á köntunum Þórður Þorsteinn Þórðarsson og Steinar Þorsteinsson, Þórður Þorsteinn Þórðarsson fyrirgefið og Steinar Þorsteinsson, og frammi Alexander Már Þorláksson. Og Skagamenn hérna að sækja Arnar Már. Áhugaverð taktík hérna sem við sjáum þegar Skagamenn er að verjast. Þá er Arnar Már mjög aftarlega vegna þess að Arnór Snær er að hann fer í pressu, eltir framherjana út og Arnar Már dettur þá í svæðið fyrir aftan. Við sjáum að núna meiri segja er Arnar Már aftastur, eins konar svíper, þannig að í rauninni má segja að Skagamenn sé að spila með 5 manna vörn þegar þeir eru verjast, en þegar Skaginn er með boltan þá færir Ernar sér framar og spilar á miðjunni. Áhugaverð taktík. Davíð vippar hann hérna á Lennon sem að snýra af sér Ragnar Leósson. Lennon út á Þórarinn Inga. Þórarinn með fyrirgjöfina, þar er Arnar Már, skattar þetta frá, þannig eru 2 FH-angar og Crawford með skotið í varnarmann og hotspinna. Þá er fangarinn búinn að hafa slatta af hotspinum í þessum leik. Lennon tekur þessa eins og aðrar út í teginn. Það er Pétur Viðarsson sem að næra skalla, en Arnar Már kemur honum aftur fyrir
Þetta nú fyrsta skiptið sem að hornspyrna F-fáinga ratar á samherja. Allavega þessar fyrsta langa hornspyrnan. Og kemur hann aftur með hann hérna í áttina að Pétri sem hann nær aftur að skalla en Hafþór var að trufla hann. Lennon Steinar pressar á hann og er dæmdur brotlegur fyrir tóg hérna. Alveg rétt hygg ég að sé. Davíð tekur þetta stutt, Halldór Orri aftur á Davíð. Steinar kemst hérna inn í sendingu sem ætluð var Þórarni. Svo er brotið á Steinari, það er Grétar Snær sem gerir það. Heyrast hróp og köll eins og gengur. Arnór tekur þessa aukaspyrnu. Arnar Már er í rauninni að spila ennþá aftar en hann var að gera í fyrri hálfleik. Spurning hvort það hafi verið lagt upp í hálfleiksræðu þjálfarans. En Arnar Már hérna skallar frá. Grétar Snær. Arnór nær að koma þessu frá og það er Grétar Snær stígur á hann hérna og fær guldspjald. Já, þá er dómarinn búinn að skrá hjá sér helstu upplýsingar og Arnar hreinsar þetta upp völlinn. Alexander nær ekki til boltans, Pétur Viðarsson skallar frá en þar er Ragnar Leósson í miðjuhringnum sem að tekur hann niður. Hafþór, hann reynir að finna Þórð, gerir ekki. Við erum að tala um að Arnar Már er bara old school sweeper hérna í síðari hálfleik. Það er ekki oft sem maður sér það. Það þótti mjög vinsælt kerfi í neðri deildum á Íslandi í kringum aldamótin. Og fyrir aldamót. En hér kemur Robert Crawford. Hann snýr við, Pétur finnur Davíð Þór. Davíð Þór sér Castellón biðja boltan og hann er að fleyta honum áfram en ekki á neitt nema Skarphéðinn og hann finnur hér Ólaf Val sem að snýr, finnur Alexander. Ólafur aftur og Þórður fær hann hérna úti vinstra megin. Þá kemur löng sending á engan nema Gunnar Nílsen. Guðmundur á Davíð. Guðmundur Kristjánsson mun eflaust styrkja lið FH töluvert í sumar. Þá kemur Crawford á Aron, finnur Stephen Lennon. Gott hlaup hérna en örlítil ónákvæmni í sendingum hérna. Gerir það verkum að Skagamenn á að losa boltan en F-fáingarnir koma aftur. Þetta er svolítið eins og öldurnar hérna á Langasandi núna. Þeir fall út en þeir koma alltaf aftur og Castellón brýtur hérna á Arnari Már sem er að skila gríðarlega góðu varnarhlutverki í þessum leik, það verður bara að segjast. Það hefur aldrei verið hægt að væna hann að nenni ekki að spila vörn. Tekur þetta bara stutti hérna á Arnór Snæ. Arnór finnur hérna Steinar, hann finnur Hall. Hallur reynir að koma hann aftur á Steinar en Þórarinn kemst á milli. 10 mínútur liðnar af síðari hálfleik og staðan er ennþá 1-1.
Arnar Már hreinsar þetta en það bara Robert Crawford sem nær honum. Hann sér hérna hlaupi á Grétari Snæ sem dettur með tilþrifum, fær enga samúð hjá dómaranum. Davíð Þór gríðarlega öruggur á boltanum, kemur honum á Pétur, fær hann aftur. Guðmundur, Crawford, Castiglione aftarlega núna. Hann laumar sér síðan inn á tegin. Halldór Orri með reynir hérna sendingu. Tekst ekki, Aron Ingi nær að hreinsa þetta frá. Guðmundur tilbaka, nú skalið aftarlega á vellinum en þeir eru þétta pakka en Alexander dettur einmitt líka vel niður. Þannig að þeir eru að verjast á litlu svæði. Það þannig sem við vilja hafa það. Það fer Lennon á stað en Arnar Már þar líka. Les þetta vel. Húnivalur á Aron. Aron aðþrengdur. Crawford þarna pressa hátt núna eða fáingar. Skagamenni í erfiðleikum með að tengja saman margar sendingar. Það markspyrna sem Skarphéðinn tekur. Fannir að hitta upp varamenn núna beggja liða. Það engin smá nöfn á bekknum hjá F-fáingum. Svo einhverjar skildi nefna Bergsveinn Ólafsson, Atli Guðnason, Atli Viðar Björnsson. Atlarnir tveir, eins og allir vita, stórhættulegir sóknarmenn. Ég veit ekki hversu mörg þeir eiga sameiginlega, eða samtals skulum við segja, í öllum keppnum. En þá kemur hérna Alexander og hann nær ekki alveg að snúa sig manninn. Og F-fáingarnir vinna bolta. Þeir eru grimmir núna þessa stundina upphafið síðara hálfleiks. Og koma þeir einu sinni enn. Crawford fær hérna sendinguna frá Lennon, hann góð en fyrirgjöfin, dettur hona á samskiptin. En sendingin frá Lennon virkilega nákvæm. Ólafur, þarna fer Guðmundur í hann en ekki dæmt. Þórður á Aron, hann snýr, finnur Ólaf Valinn á miðinni og Óli á stað. Reynir að þræða hann hérna inn á Þórð en Gunnar vakandi í markinu, grípur þetta. Og Lennon. Crawford aftur á Lennon. Sækja mikið upp hægra megin húnra. Voru meira á vinstri kantinum í fyrri hálfleik. Þeir hafa ekki gert mikið af því núna en þarna finnur Davíð ekki alveg Þórarinn Inga en Þórarinn var þarna sá sem átti að taka við. Og Davíð mikið í boltanum núna. Þórarinn, Halldór Orri snýr. Arnór kemur boltanum út fyrir. Davíð Þór, Guðmundur, Crawford, Castiglione. Halldór Orri komið með hann núna en missir hann. Arnar Már, vel gert hjá honum, nei, Þórarinn kemst í þetta. Davíð inn í áttina Castiglione, hér Crawford, kemur hann sér í skotfæri, nei. Aron Ingi, hann peysutók, alveg klárt. Og það að sjálfsögðu dæmt aukaspyrna hann á Crawford. Hann mátti litlu muna að skapa stór hætta.
ræða saman hérna skotarnir í FH-liðinu. Vel gert hjá Alexander hérna. Pétur Viðarsson að skalla þetta út fyrir. Byrjar lélegagangurinn. Ekki hvort þið heyrið þetta. En þetta ekki hljóðtruflanir hjá okkur aldrei svo vant. Þetta hérna, þetta eru öfl náttúrunnar að verki hérna. Þórður skiptir hérna yfir á Hall sem að nær að komast í boltan og nær fyrir gjöfinni. Alexander í boltanum en Gunnar Nílsen nær að halda þessu inn á. Og þá komaði fáingar. Já, Þórður Þorsteinn kemst þarna á milli, Alexander. Það verður forvitnilegt að sjá hvernig Alexander vegnar með liðinu í sumar. Náttúrulega eins og mér hefur orðið tíðrætt hér í útsendingum að átti stórleiki og stórkostlegt tímabil með Kára núna síðastlið sumar og þannig að það verður gaman að sjá hvernig honum gengur að stíga þetta skref. Guðmundur Kristjánsson kemur honum hérna út á Crawford út í hægra megin. Hálftími eftir, staðan 1-1, lítið verðum færi í síðari hálfleiknum og Hafþór ítir þarna með báðum höndum. Það menn fá ekkert afslátt á þessu. Þannig langaði Davíð Þór að taka þetta stutt og ekki sáttu við að dómarinn skildi stilla þessu upp barnavegg. En já, Davíð finnur þá Lennon og Aron í bakinn á honum og hann finnur Crawford sem að hætti við fyrirgjöfina en það Guðmundur Kristjánsson sem tekur fyrirgjöfina og Castiglione nær að skalla en langt framhjá og þá skipting það Atli Guðnason sýnist mér sem að koma inn á að minnsta kosti og einnig leikmaður númer 26 sýnist mér Baldur Logi Guðlaugsson og í staðinn fyrir Davíð Þór og Grétar Snæ það Baldur Logi Guðlaugsson. Já, ég ætla ekki einu sinni að efast það að þessi drengur á ættir að reykja Borgarfjörð Eystri sonur Guðlaugs Baldurssonar sem að FH-ingur út í gegn þjálfari. Skagamenn skipta einnig út af velli fer Þórður Þorsteinn og Alexander já, inn á komu leikmaður númer 17 Stefán Ómar Magnússon og Hilmar Halldórsson númer 26. Kemur hérna sendingi átt að Þórarni sem hann nær að komast í boltan en Arnar Már hérna. Hann bara rétt staðsettur hér í þessum síðari hálfleik. Það bara svoleiðis. Mikið búið að stoppa á honum. Hallur þarna að tefla og tæpast af að rennir sér þarna aftan í Þórarinn. Það nú ekki með neinum ásetningi en fór enga síður aftan í Þórarinn Inga og boltinn dettur niður í teignum.
Stefán pressar og Hilmar pressar núna. Gunnar þarf að reynsa þetta fram en gerir það vel. Arnar Már missir hann fram í sér, þá er það Baldur. Sending á Crawford, aftur á Baldur. Baldur tilbaka á Guðmund Kristjánsson. Hann reynir skiptinguna hérna yfir á Atla Gunnarsson sem missir hann. Ragnar Aron, vel gert hjá honum, finnur Hilmar. Hann leggur á stað. Hilmar Halldórsson. Hann ætlar áfram bara. Guðmundur Kristjánsson eldir hann. Hann er að nálgast vítateiginn. Hilmar, hann er brotið á honum. Alveg klár aukaspyrna, fyrirgefiði. En ekkert dæmt. Guðmundur Kristjánsson. Já, enda, ég held að enginn skagamaður í húsinu hafi verið sáttur við þessa ákvörðun. En svona er þetta. Og þannig mættist annars vegar reynsla og hins vegar ungdómurinn. Hallur hreinsar þetta fram í áttina Stefáni en ná að bæja þessu frá. Haldur Orri, Guðmundur, Crawford og Baldur aftur út á Crawford. Atli Guðna býður sig, fær hann aftur hérna Crawford og hann með fyrirgjöf á fjarstöngina. Þar er Þórarinn Ingi og Skarphéðinn þarf að slá hann yfir. Já, þetta var hættulegt, svona hættulegasta færið í seinni hálfleik. Þegar að seinni hálfleikur er akkurat hálfnaður. 67,5 mínúta liðin og þá eiga F-fangar en eina hotspyrna. Það er Lennon sem snýr hana hérna inn á Martein. Skarphéðinn kýlir hann hérna upp í lofti. Castiglione er þar, Skarphéðinn grípur það síðan og Castiglione liggur eftir og Skarphéðinn sparkar honum út af. Það er spurning hvort að við förum í framlengingu hérna. Það væri ekki í fyrsta sinn á IATV. Sælla minninga á fór eitt bikarleikurinn síðasta sumar hjá meistaraflokki karla í framlengingu. Það var gegn Fram í hreint stórfurðulegum leik. Eða fór hann ekki í framlengingu, eða kláraðist hann í uppbótartíma. Það var allavega hvernig sem hann fór að þá var það ótrúlegu leikur. Castiglione er að kemur sig aftur á Lennon og hann er komin upp að endamörkum, leggur hann tilbaka á Crawford sem að snýr hérna inn og þetta er beint í fangi á Skarphéðinni og hann kastar hérna út á Hafþór en vel gert hjá Pétri Viðarsinni sem að kemst fram fyrir Stefán. Ragnar pressar á Halldór Orra en hann er ennþá með boltan. Finnur hérna Baldur sem að kemur honum vel út á Crawford hætti við fyrirgjöf. Kemur honum á Baldur sem að finnur Atla og hann á Castiglione og ekki dæmt. Nú er það F-fangar sem mótmæla. Nei, þetta var Lennon. Og dómari leiksins lét sér fátt finnast en ég held nú að Lennon hafi haft eitthvað til síns máls þarna.
Þá koma bara F-fangar tilbaka 20 mínútur eftir að leiknum. Staðan ennþá 1-1 eins og hún var í hálfleik. Og þá var það Þórarinn Ingi komin hérna upp vinstra megin. Finnur Atla. Þá var það Halldór Orri og Lennon tekur á stað. Leggur hann út á Castiglione sem að skýtur í Arnór Snæ. Og Skarpiðinn næra Halldónum inn á. Aron Ingi vantar aðstoð og endar bara á að lúðra þessu bara beint. Leið 1 to nowhere. Og Guðmundur Kristjánsson kemur hann hérna út á Crawford. Lennon. Stefán pressar á Halldór Orra með full miklu ofási. Hann ekki að sýna neina virðingu hérna. Og það verðist alltaf vera að menn séu alltaf tilbúnir í smá pústra. Það hérna, ef þú stendur nálægt og heyrir eitthvað, þá er það freistandi að hlaupa á og ýta í einn brjóstkassa eða svo áður en þú hættir. En menn hérna aðeins að láta í sér heyra. Halldóri líkaði ekki þessi framkoma. En það eiga menn náttúrulega bara sína kurteisinn á fótboltavöllunum eins og annars staðar og þeir uppskera báði gult spjald. Það er svo merkilegt. En það eru skiptingar. Ragnar Leósson og Hallur Flósason að fara út af. Aron Ímir kemur inn á sem og Guðfinnur eða hvað? Guðfinnur Leósson sýnist mér. Jú. Guðfinnur og Aron Ímir komnir inn á. Guðfinnur auðvitað yngri bróðir Ragnars Leóssonar. Hjörtur með sendingu sem að rata bara á Aron Inga sem að reynir að skjóta okkur niður hérna. En að misefna aðeins hjá honum. Guðmundur. Og Hendrik, nei, ekki Hendrik, hann er farinn. Crawford heitir hann víst. Aron, Ólíf, alveg þetta er áhugaverð hugmynd hérna. Reynda að koma honum á Hilmar. En það tókst ekki. Skalið soldið að falla niður, finnst mér. Eins og svo oft. Spiluðu varnarlínuna vel hátt uppi í fyrri hálfleiknum. Atli Guðna með sendinguna inn í teginn. Þar er Hafþór sem að hreinsar upp í loftið og Arnór skallar hann frá. Lennon á Guðmund. Hann á Crawford. Hann finnur síðan Halldór Orra og Lennon fellur við en steig nú bara á boltan. F-fangarnir pressa stíft núna. Þessa stundina Guðmundur Þórarinn. En fín pressa þarna hjá Guðfinni og Aron svissar hérna yfir en það er bara Crawford sem að tekur við þessu og Baldur Þórarinn Atli reynir fyrir gjöf en Arnór Snær er hérna alveg onni honum og hann er að halda honum inn á. Steinar Þorsteinsson lagar á stað. Halldór Orri á eftir honum og það er brotið á Steinari. Halldór Orri er endið sér hérna á eftir honum. Hann nú kaldur á gulu spjaldi. Það er auðvelt að brjóta af sig þó að það sé óviljandi í svona stöðu. En Aron aftur á Arnór. Arnar Már. Hann reynir hérna skiptingurinn að Hilmar. Það tekst. Hilmar af stað. Vel gert hjá Hilmari. Óli Valur missir hann hérna hjá Guðmundur Kristjánsson vinnur boltan. Reynir að finna Atla Guðna. Gerir það ekki. Atli Viðar Björnsson er komin hann inn á líka. Sá nú ekki fyrir hvern. Castiglione sennilega, jú.
Atlarnir báðir komnir inn á og það er náttúrulega svoleiðis að Atli Viðar er náttúrulega einstaklega lunginn við að skora eftir að koma inn á sig varamaður eins og allir vita sem að fylgjast með íslensku fótbolta. Spila hérna vel F-ingar, kemur Crawford og Lennon býður sig hérna fyrir aftan Aron Inga. Guðmundur með fyrirgjöf, háa inn á fjárstöngina en Skarphéðinn öruggur þarna grípur þetta. Fimmtán mínútur eftir og enn situr staðan föst í 1-1. Hafþór skallar þetta á Aron. Aron verður að snúa við, að pressa á hann hérna. Lennon brýtur á honum. Já, hann hafði lítið annað að gera en að reyna bara að standa og bíða eftir að fá mann í bakið. Þá ætla F-ingar að skipta inn á, sýnist að vera leikmaður númer 29, ætla það geti ekki passað hjá mér. 29, Guðmundur Karl Guðmundsson að koma inn á fyrir Robert Crawford, sýnist mér, nei, Guðmund Kristjánsson. Robert Crawford er að fara inn á miðuna. Þá í staðinn Guðmundur fer í hægri bakvara stöðuna. En Hafþór lúrar þessu beint upp í loftbyttana. Og Guðmundur tekur innkastið aftur á Pétur. Halldór Orri skiptir síðan hérna upp í vinstra horni á Þórarinn Inga sem að finnur Atla Guðna. Hann aftur á Þórarinn, þá kemur fyrirgjöfin en Arnar Már enn sem fyrr rétt staðsettur. Atli fær boltan hér og það er hreinsað í horn. Pressa F-inga er að aukast jafnt og þétt. Kemur hotspinnan á Lennon og það er snúið inn á en sem fyrr Skarphéðinn grípur það auðvitað og kastar nú hérna út á Aron Ími. Aron Ímir finnur Ólaf Val og reyna skagamenn að sækja hratt. Aron Ími tekur og sprett upp í hægra hornið en Ólaf Valur finnur Steinar Þorsteinsson. Steinar á Stefán en það rennur út í sandinn. Það lofaði góðu þangað til í lokin. Þá koma F-ingarnir enn á ný. Halldór Orri finnur Lennon, Halldór aftur á Lennon. Hann upp í hornið á Þórarinn en þessi sending á löng og út fyrir. Aron hérna með kastið fram í áttina Stefáni en F-ingar ná boltanum. Halldór Orri finnur Lennon, þeir leita mikið hvora öðrum. Atli Viðar en Arnar Már, hver annar? Það var að Steinar finnur Stefán, hann er í kapphlaupi hérna við Pétur en og Hilmar býður sig, komið með boltan hérna upp og ætlar sér að komast inn í teginn, leggur hann út á Ólaf Val. Óli Valur reynir að finna skotfæri, gerir ekki. Aron Ímir, þetta gerist á hægt núna. Aron með fyrirgjöfina, Pétur Viðarsson skallar það frá. Óli Valur
finnur Stefán og þarna bakgrinding vill Hilmar meina fær ekki, þetta hefði verið mjög soft og Guðmundur kemur hérna út með boltan og koma F-fæðingar Atli Guðna á Lennon og hann finnur Atla aftur, Atli nær að snúa sér og finnur Atla Viðar með táaranum táarinn yfir einhvern tíman hefði þessi enda í netinu en það er vita mála ef Atli Viðar kemur inn á þá fær hann allavega færi ég held að það hafi bara nánast aldrei gerst að hann hafi ekki fengið færi í leik sem hann kemur inn á en hann náði ekki að stýra þess á markið 9 mínútur eftir að venjulegum leiktíma og Skarphéðinn með markspyrnu og Baldur Guðlaugsson hérna stökk manna hæst sending hérna upp í hornið, Aron rétt nær að teygja sig í hann, Arnar Már hreinsar það frá og Hilmar er að halda sig ná, vel gert en missir samt boltan og kemur Lennon hérna upp í vinstra hornið, Arnór til varnar, vel gert hjá Arnóri það er ánum boltanum, kemur hann út fyrir þá er innkast Halldór Orri finnur Baldur undir pressu kemur hann tilbaka á Pétur Viðarsson Pétur svissar yfir á Þórarinn aftur Þórarinn á Crawford hann aftur á Þórarinn er komast yfir í stuðu vel gert hjá Ólafi Val nær að komast í milli en Crawford er komin inn í vítategin leggur hann út á Lennon og þar er Atli Viðar inn í marktegnu nær ekki að stýra honum og var ekki rangstæður Pétur, Guðmundur Atli, Guðmundur og það er bara innkast ekki dæmt þarna og Halldór Orri og Lennon og Halldór Orri þeir þræða þetta hérna en Arnar Már er eins og sker þarna sker í Faxaflóa sem að sóknir FH hafa steitt á ansi oft sem sækjum engaleyfi á þessari myndlíkingu hættuleg tækling þarna hjá Arnóri Snæ á Lennon en Lennon ekki meint af en ekki sáttur og Arnór fær gult spjald þá er skipting hjá Skagamönnum það er leikmaður númer svo mikið sem er þetta Brynjar Snær eða hvað sjáum við það, númerið á honum sem var að koma inn á ég er ekki frá því mér sýnist það hérna frá allavega þessi Brynjar Snær Pálsson sem er komin inn á en þá kemur Halldór Orri með aukaspyrnuna inn á fjarstöngina Aron nær að skalla þetta í horn kemur hotspyrnan og það er Hafþór Pétursson sem stekkur hæst og hreinsar þetta frá en Atli Guðna er hérna með hann þetta er leikmaður númer 31 Gísli Laxdal Unnarsson og koma F-fangar einu sinni en Crawford Baldur inn á fjarstöngina á Atla Guðnason sem var flaggaður rangstæður en náði ekki að stýra þessa marki hvort er já, það
er Skaginn búinn að fara langt niður á bekkinn hjá sér og hann er hérna í fullu tré við F-fáinga þegar 5 mínútur eru eftir og þó að F-fáingarnir séu vissulega skeinu hættari eins og staðan er núna búin að vera pressa stíft og eru verður að segjast búin að vera miklu líklegri til að skora hér í þessum síðari hálfleik. Skagamönnum ekki tekist að ógna marki F-fáinga. Lennon, Baldur, Guðmundur og Baldur. Hann tilbaka á Pétur Viðarsson, hann finnur Crawford. Þórarinn reynir að finna Atla Viðar Björnsson sem er rangstæður. Hann er þefvís á færin, hann Atli. En þarna var hann aðeins svo bráður að laupa inn. Hann náði svo sem ekki að stýra þess að markið heldur en Arnór finnur Aron Ími á Guðfinn. Guðfinnur aftur á Arnór sem að losar hann þá upp og það er Óli Valur sem að skallar hann niður á Aron Ími sem að kemur með langan upp í hornið. Þar er Gísli að elta. Gunnar Nílsen þarf að hreinsa þetta frá og heldur honum frá loftinu. Hafþór Aron Skagamenn ætla að gera hérna eina atlögu allavega. Hilmar og vantar hjálp. Guðfinnur og hann svissar yfir á Aron Ími en of hátt og boltinn út af. 3 mínútur eftir. Hörkuleikur í Kópavoginum í þessari sömu keppni þar sem að HK og Breiðablik eigast við. Blikar komust í 3-0, voru 2-0 yfir í hálfleik, komust í 3-0 á 52. mínútu en síðan þá er Brynjar Jónasson búinn að skora 2 mörk á 12 mínútna kafla og þegar er rétt rúma 10 mínútur eftir er staðan 3-2 fyrir Blika á móti HK. Býtum við, hér er eitthvað að gera. Stefán er kominn í færi, nær ekki Valdi á boltanum með vinstri fæti. Síðan á eftir spila Stjarnan og Grindavík í þessu sama móti en 88 mínútur komnar á klukkuna hér og Lennon nær ekki að gera sér nógu góða mat úr þessu. Halldóri út á Guðmundur snýr af sér Hilmar, leggur hann aftur út á Halldór Orra sem að fer í skotið og það er í horninu en hvað flögguð rangstaða á þetta langar mig að sjá í endursýningu. Þarna var rangstaða, skotið hlýtur þar alveg að hafa farið í F-fáing sem að stóð fyrir innan en skotið gott og endaði í blá horninu en sem betur fer fyrir Skagamenn að þá var dæmd rangstaða á F-fáinga. Ég er að fá þetta upp á skjáin hjá mér hérna. Það sjálfsögðu þegar maður horfir á þetta á YouTube þá er alltaf hægt að spóla tilbaka og sjá endursýningar. Hér er Halldór, jú, það er skotið í Atla Viðar, sýnist mér, sem var fyrir innan og stýrði boltanum í hornið. En þá koma F-fáingar og skora hver annar en Atli Viðar Björnsson. Kemur F-fá yfir og ég skal svona leiða því líkur að tryggja F-fáingum hérna sigurinn. Ég var svo mikið að skoða atviki frá því áðan að
ég hreinlega misti af aðdragandanum en þetta var gott spil hjá FH-ungum sem að skilaði þessu marki. Þá kemur löng sending hérna í áttina að Hilmari Halldórsinni. Hilmar hann nær valdi á boltanum. Aron Ingi, fyrirgjöf, skalli! Ólafur Valur. Já, 90 mínútur konur á klukkuna. Nú bara uppbóta tíminn eftir. Þessi leikur hefur verið skemmtilegur. Það er spurning hvort að Skagamenn ætla sér að reyna að svara fyrir þetta. Gísli Laxdal kominn upp í hornið hérna en fín varnarvinna hjá Þóroddi Inga. Og boltinn aftur fyrir markið skráð á 90. mínútu hjá Atla Viðari. Guðfinnur hérna, fína varnarvinnu. Ekki svo sem veit ég. Hvað séru þið? Já, mér er bent hér á að það sé gott áhorf. Mér var bent á það hérna á Áranda. Það er alltaf gleðilegt. Baldur vinnur hérna boltan og fær hann aftur, reynir að koma honum á Atla Viðar en Arnór Snær nær að verjast þessu. Arnór aðeins og ákafur hann finnst mér. En Aron Ingi liggur. Arnór nær allavega að sína. Það vantar ekki viljan á þeim bænum. En Aron Ingi Kristinsson eitthvað tæpur núna. Formaður FH ekki ósáttur stöðum mála eins og er. Boltinn tilbaka á Gunnar Nílsen sem að losar hann upp en Hafþór skallar hann tilbaka. Það er Stefán sem hann er að taka niður og Gísli Aron Ímir reynir að skipta hérna. Já, nú er Arnar Már kominn orðinn fremsti maður. Gísli með fína baráttu. Gísli Laxdal fær hann aftur. Nær hann að halda þessu? Nei, er svarið. En Skaginn á innkast framan á vellinum. Aron Ímir ætlar að reyna að lúra þessu vel inn á teginn. Sennilega síðasta tækifæri. Arnar Már fleytir þessu í áttan Guðfinni sem að Atli Guðna nær að trufla. Aron Ingi reynir að fara hérna fram hjá Guðmundi, gerir það. Fyrirgjöf! Pétur Viðarsson er þar og hreinsar. Og Atli Guðna, nú er þeir 2-1 hérna FH-ingar. Atli Viðar og Lennon. En Guðfinnur vinnur hérna vel tilbaka og þeir gera það Skagamenn snöggir tilbaka og náðu að afstýra þessu. Þetta leit ekki vel út. En dómari leiksins flautar af í skemmtilegum leik. 2-1 sigur FH gegn IA hér í fótbolta.net mótinu. Við huggum okkur við það að við erum ennþá með sögulega yfirburði í fótbolta.net mótinu gegn FH 3-2 en virkilega skemmtilegu leikur. FH-ingar komust yfir með marki Halldórs Orra Björnssonar á 13. mínútu sem að Skagamenn náðu ekki að svara fyrir en
að Steinar Þorsteinsson gerði það á 37. mínútu og við það restust Skagamenn og spiluðu vel og ógnuðu þar sem að eftirlifði fyrri hálfleik, en síðari hálfleikum var F-inga. Þeir voru með boltan, pressuðu, bjuggu til færi sem að skilaði því að Atli Viðar Björnsson varamaður skoraði sigurmarkið á 90. mínútu. En virkilega skemmtilegur leikur, mun betri frammistaða Skagamanna heldur en í síðasta leik gegn Breiðabliki, sem að svo við laumum því nú að sem eru ennþá 3-2 yfir gegn HK í sínum leik í úrslitum í A-deild fótbolta.net mótsins. En við förum að segja þetta gott hérna af IA TV í samstarfi við Omnis á Akranesi og Síman. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og hef verið hér að lýsa og stjórna útsendingu. Með mér á myndavélinni var Arnar Óðinn Arnþórsson. Við þökkum ykkur kærlega fyrir að horfa. Thank you for watching. Þangað til næst, þá segjum við bara góðar stundir og áfram IA.